Gjörðu svo vel, Skúli, þú tekur við og rennur af stað og við keyrum svo dagskrána. Gjörðu svo vel, þú deilir skjánum. Takk fyrir. Já, bara ánægjulegt að fá að kynna þetta verkefni sem lokaverkefni mitt í MBA-námi við Háskóla Íslands undir stjórn Ásdísar Emilsdóttur Petersen sem ég sé mér til ánægju að fylgjast með. Kirkja sem hlustar yfirskriftin og það sem ég að gera í þessu verkefni í rauninni að kanna með hvaða hætti nýsköpun fer fram í þjóðkirkjunni. Hugtakið nýsköpun ákaflega sjaldan notað í kirkjustarfi en þar hins vegar mjög margt gert sem getur flokkast undir nýsköpun. Og í rauninni kannski svona sú spurning sem í bakgrunni rannsóknarinnar hvað á kirkjustarf og aðferðafræði og hugsunarháttur við nýsköpun sameiginlegt. Hvernig getum við metið í rauninni þær aðferðir og þá nálgun sem kirkjunarfólk hefur við nýsköpun út frá því sem okkur kennt í nýsköpunarfræði. Þannig að markmiðið þetta, hvernig stendur hún að verkefnum á sviði nýsköpunar með hliðsjón af þessum kenningum og þetta nú svona fræðilegur bakgrunnur og hér sett hugtak sem ég held að sé ákveðin snertiflötur kirkjustarfs og nýsköpunar og það hluttekning sem við getum sagt að snúist það að hafa færnina til þess að sjá lífið og heiminn með augum annarra, geta sett sig í annarra spor og það mjög áhugavert. Það sem eiginlega vakti áhuga minn á þessu sviði frásögn af verkefnum á sviði nýsköpunar sem náttúrulega unnin mjög víða, meðal annars í bestu háskólum og þróuðum hátæknifyrirtækjum og niðurstaðan af rannsóknum sem gerðar á þessum nýsköpunarverkefnum hafa leitt í ljós að langflest þeirra skila ekki tilætluðum árangri, komast ekki inn á markað og fræðimenn hafa sem sagt farið í saumana á því hvað í ósköpunum hefur orðið þess valdandi að niðurstaðan hefur valdið þessum vonbrigðum. Það vantar ekkert upp á gáfurnar hjá flestu því fólki sem stendur að þessu, hvað þá í háskólanum eða Silicon-dalnum eða á öðrum sambærilegum stöðum. Oftar en ekki einstaklingar sem hafa komist í gegnum erfiðustu stöðupróf til að ná þangað sem þeir hafa náð. Það vantar ekki áhugann og eldmóðinn og tíminn allur gefinn í þetta og hugmyndaflugið mikið. En samt sem áður þá eru þessar rannsóknir á þá leið að mikill hluti þessara verkefna nær aldrei fótfestu á markaði. Og niðurstaðan sú að það sem vanti í þau verkefni sem ekki hafa gengið sem skyldi sé það sem þeir kalla á ensku soft skills, það að segja þessi mjúka færni. Og það einmitt þetta hugtak sem ég svolítið að vinna með, það sem sagt hluttekningin. Og þetta fólk sem býr yfir þessu forskoti, atgervi og færni, það fer aldrei út úr herberginu til þess að kanna það, hvort vandamálið sem nýsköpunin á að leysa hentar í rauninni eða raunverulegt vandamál sem fólk að stríða við. Það fer ekki af stað með frumgerðir með allra einföldasta móti, heldur það í rauninni búið að ákveða hvert vandamálið og svo eru háar fjárhæðir settar í það að útbúa einhvers konar frumgerð sem síðan keyrð á markaði og þá búið að leggja mikla fjárfestingu í verkið og eins og fyrr getur þá verður flesta þessara frumgerða ná ekkert lengra. Þannig að upp úr þessum veruleika og þessum aðstæðum þá verða til ákveðnir skólar innan nýsköpunarfræða. Eitt að heitir design thinking og gengur út frá það eins og ég fer yfir hér á eftir að fólk á öllum stigum forvitnist áreiðanleika þeirra niðurstaða sem það hefur komist að
og svo það annað sem kennt bara við þá Innovators Method sem í rauninni svipuð aðferðafræði. Nú, þetta nefnilega það sem að guðfræðingurinn ég var mjög heillaður af, vegna þess að þegar ég var í námi einhvern tímann fyrir hluta 10. áratugurins, þá var þetta hugtak mjög oft á góma í fræðunum. Hérna sjáum við 3 heiðursmenn sem að hafa hver sig lagt eitthvað að mörkum til þess að móta hugtakið empati eða hluttekningu í samhengi guðfræðinnar. Sá fyrsti Schopenhauer, nei ekki Schopenhauer, Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher fyrirgefið mér, sem að lagði hugtakið til grundvallar túlkunarfræði sinni og í rauninni það sem kallað faðir þeirrar hugmynda sem íslenska þjóðkirkjan byggir á. Það að segja að í stað þess að kirkjan lúti stjórn þjóðhöfðingja eða fursta, þá komið vald kirkjunar að neðan frá fólkinu eins og nafni þjóðkirkja gefur til kynna. Og í stað þess að konungur ákveði hvernig skipulagi kirkjunar sé háttað, þá starfi þar kirkjuþing sem sé samsett úr almenningi, fulltrúum almennings. Og markmið kirkjunar samkvæmt Schleiermacher ekki að vera trúboðsvettvangur, heldur staður þar sem þörfum fólks mætt. Og þessar hugmyndir setur hann fram árið 1799 í riti sínu trúarbrögðin. Það að segja, með starfi sínu á kirkjan að mæta þörfum fólks, þörfum fyrir því að tilheyra og vera hluti af samfélagi í félagslegri heild og leita merkingar innan þess samhengis og svo hins að njóta frelsis og sjálfræðis. Það sem að það ekki sem sagt sú hugmynd að fólk sé þvingað til ákveðinnar afstöðu. Og það sem náttúrulega við heyrum kannski þegar að þessum hugmyndum lýst, að til þess að geta mætt fólki og þörfum þess, þá algjört grundvallaratriði að þau sem standa að kirkjulegu starfi hafi næmt auga og eyra fyrir þessum þörfum og standi þar með undir því hlutverki. Nú annar maðurinn Søren Kierkegaard, danski guðfræðingurinn sem að sagði, sem oft hefur verið vitnað í að lykill allra hjálparlistar felist í því að mæta manneskjunni þar sem hún stödd og ganga með henni þaðan áleiðis og áfram veginn. Hver sá eða sú sem telji sig geta aðstoðað án þess að geta sett sig í spor annarra sé eingöngu að blekkja sjálfan sig og aðra. Og þriðji höfðinginn þarna á myndinni Friðrik Friðriksson, og sem nú líklega einhver mesti leiðtogi sem hefur verið á Íslandi á 20. öld og jafnvel þótt lengra sé farið aftur í söguna. Hann einmitt starfaði með þetta sjónarmið að leiðarljósi. Hann fylgdist með leikjum barnanna og hann hlustaði á sjónarmið þeirra og upp frá því að þá byggði hann upp starf sem var í rauninni miklu fjölbreyttara og víðtækara heldur en í þröngum kirkjulegum skilningi. Hann stofnsetti íþróttafélög og tónlistarsamfélög og ýmislegt fleira, skátarhreyfingu, allt miðaði það að því að mæta fólki þar sem það statt, og eins og ég segi þá hugsa ég að Friðrik sé nú einn áhrifamesti Íslendingur 20. aldar miðað við afrakstur þeirrar vinnu sem hann vann. Þannig að þetta nú svona lítil innsýn inn í það af hverju hluttekningin hefur svona mikla skírskotun fyrir þjóðkirkjukall eins og mig. Nú, hér eru sem sagt þá aðferðafræðin eða tvenns konar nálgun, sem þó náskyld, sem að ég speglaði rannsókn mína á. Design thinking eins og þið sjáið hefst á hluttekningu og síðan í rauninni unnið út frá ákveðinu svona hógværi eða auðmýkt sem að leiðir frumkvöðla og nýsköpunarfrumið áfram. Það sem að fólk hvatt til þess að ganga út fyrir sitt þrönga eða víða þekkingarsvið, mæta öðrum, taka mótlæti og erfiðleikum með bjartsýni
og svo þetta náttúrulega vera duglega að spyrja, reyna að láta sem sagt fólkið eða markhópana hafa mótandi áhrif á niðurstöðum, og allt þetta gert síðan með sem sagt það í huga að slík verkefni eru samstarfsverkefni, og hér sjáum við strax svona ákveðna nálgun þar sem frumkvöðlar eru ekki einhverjir svona óvinnulegir eða afburða einstaklingar, heldur einmitt hugsunin sú, og það sýna líka kannanir sem hafa verið gerðar á fólki sem starfar við nýsköpun, að það engin ein manngerð eða fólk með ákveðin bakgrunn sem nær miklum árangri þar. Það ákveðlega breytt mannlífssvið og alls ekki neinir svona yfirburða einstaklingar, heldur einmitt fólk sem vinnur eftir ákveðinni aðferð. Nú aðferðafræði nýsköpunar síðan þessu keim lík, og ég svona leyfi mér að líta á hönnunarhugsunina sem huglæga afstöðu, en aðferðafræði nýsköpunarinnar skoða ég sem aðferðafræði. Og hér sem sagt meira farið í það með hvaða hættu unnið þar sem að farið út í það að smíða svona tilrauna útgáfur, minimum viable prototypes eins og það heitir, og þær eru reyndar á markhóp. Þannig að ef við ætlum að útbúa einhverja þjónustu, og ég til dæmis á mínum samstarfshópi lögðum á okkur að reyna að finna út hvort að eldri borgarar hefðu áhuga á því að nýta þjónustu ungs fólks í tæknilegum örðugleikum, að þá fórum við af stað og veittum þá þjónustu og spurðum og lærðum af því, þó að öll umgjörðin hafi verið eins frumstæð og ódýr og auðið var. Og svo þarf náttúrulega að vinna þetta út frá viðskiptalíkani. En við sjáum hérna hvað aðferðafræði nýsköpunar varðar, að þá sem sagt, þá í rauninni fyrri tvær örvarnar eru sem sagt rannsóknin á því hvers eðlis nýsköpunin á að vera, og þar gengið út frá því að það sé verið að leysa tiltekið vandamál. Nú, og hérna sjáum við síðan hvernig við unnum okkar frumstæðu protótípu, og hvernig okkar viðskiptaplan leit út sem dæmi það hvernig svona vinnan getur átt sér stað. Og þá það spurningin með sjálft viðfangsefnið mitt, þjóðkirkjuna. Hún í varnarstöðu, hún nostalgískt samfélag sem rifjar sífellt upp gömlu góðu dagana þegar þjóðkirkjuaðildin var almennari en í dag, eða hún kraumandi pottur á nýsköpun og kannski hvort tveggja. Og ég var mjög forvitin og hlakkaði mikið til að rannsaka þetta, tók eitt prófastdæmi sem þjónustusvæði innan kirkjunnar. Þetta í rauninni Kraginn sem nær frá Suðurnesjum eftir Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ og svo alveg út á Kjalarnes og Kjósina. Mjög fjölbreytt þjónustusvæði með sjávarbyggðum, þorpum, bæjum og svo risastórum úthverfum. Og ég bar spurningar undir bæði alla presta og sóknarnefndarformenn á staðnum, og eins og vann ég þetta í rýnihópi, og þetta var sem sagt þessa myndir sem ég sýndi áðan voru sem sagt spegillinn sem ég hafði á það hvernig fólki raunverulega vann. Nú það var sem sagt gerð þessi megindlega rannsókn, fékk svona ágæti svarhlutfall. Þó kannski ef við greinum það niður þá hefði verið gaman að fá fleiri viðbrögð frá sóknarnefndarfólki, og síðan var ég sem sagt að reyna að skoða þegar að fólk að fá þetta hugtak sem eins og ég segja áðan svolítið framandlegt fyrir þjóðkirkjufólki, hvernig það bregst við, og við sjáum það hérna strax að fólk jákvætt, bæði með það sem þegar unnið og svo tækifæri til nýsköpunar. Síðan aftur á móti, þegar að farið út í þessi verkefni, þá sjáum við það að það eru svona flestir sem eiginlega standa á gati þegar spurt hvort að áhugi fólks sem markvisst kannaður áður en farið út í ný verkefni. En aftur á móti svona fremur jákvætt varðandi stuðning til nýsköpunar. Og hér eru síðan sem sagt dæmi brýn vandamál sem að söfnuður hefur tekið þátt í að leysa. Og þetta greindi ég í ákveðna undirflokka, og það svona bæði menn að reyna að bæta hag þjóðkirkjunnar, fólk að reyna að vinna samfélagslegum málum,
eitthvað tengist umbótum og síðan svona annar skilningur sem við getum tekið á það. En þetta eru allt svona vandamálin sem að fólk að reyna að leysa akkurat í þeim anda sem að aðferðafræðin kallar á. Og svo eru hér svona hvernig dæmin eru og það kannski sumt af þessu ákaflega áhugavert. Myndlistasýningar rafrænar og þetta Zoom-tæknin sem að kemur með eins og stormsveipurinn í kirkjustarfi í COVID, en svo annað getur nú kannski sagt að sé fremur hefðbundið. Og aftur, hver ávinningurinn af þessu? Og hér eru menn augljóslega fyrst og fremst að horfa í eigin rann og reyna að bæta sinn eigin söfnur. Og svo það spurningin að afla upplýsinga áður en lagt af stað og hér sjáum við að þeir sem svara, þeir hafa ýmis úrræði til þess. En þetta eru svona fremur óformlegar aðferðir. Þetta eru ekki skoðanakannanir eða faglegar rannsóknir sem eru gerðar. Þetta meira samtal. Og svo fór ég í þessa eiginlegu rannsókn og þar var unnið með rýnihóp og við sem sagt þá mótaði ég samfélagið niður í þessi ákveðnu stef. Hvaða dæmi vilja þau gefa mér nýsköpun? Hvernig líta þau á að menningin sé? Og hér sjáum ég svolítið að vinna með hugarfarið sem að baki nýsköpuninni. Hvernig valdefling? Hvernig miðlar fólk upplýsingum? Hvernig lítur fólk á samskiptun og hver eru gildi þessara starfseiningar sem sóknirnar og prestaköllin eru? Og hér eru þá sem sagt dæmi nýsköpun sem fólk nefndi í þessum rýnihópi. Og sálgæsla mjög áhugavert verkefni sem í rauninni það sem heitir Örninn og sálgæsla fyrir unglinga sem meira segja fjármagnað af einkafyrirtæki unnið í Garðabænum og sitt hvað sem menn nefndu og það sem mjög áhugavert auðvitað í samhengi þjóðkirkjunnar náttúrulega lykilspurningin hvernig við ætlum að halda áfram á þessari braut og þróa nýsköpun meira. En í víðara samhengi þá þjóðkirkjan ákaflega merkilegt viðfangsefni í nýsköpunarfræðum vegna þess að verkefni sem hér eru talin upp leiða í rauninni sjaldan til beins fjárhagslegs ávinnings fyrir sóknirnar. Þetta með öðrum orðum ekki hagnaðardrifin skipulagsheild, heldur eru þessar starfseiningar unnar með það í huga að uppfylla einhvers konar köllun eða háleit markmið sem leiðtogar hafa sem að vinna að þessum málum. Þannig að rauninni þetta getur við líkt þá kannski þjóðkirkjunni í þessu samhengi við til dæmis stjórnmálaflokk eins og Pírata. Þetta ekki hversu ánægðir Píratar væru að heyra það en þetta í rauninni að þessu leyti sambærileg nálgun við það að fara út á einhverjar nýjar brautir til þess að bæta þjónustu eða fjölga tengiflötum við samfélagið. Og svo það með niðurstöðuna mína gagnvart þjóðkirkjunni, það þarf miklu skilvirkari vinnubrögð. Þessi eldmóður sem til staðar, hann þarf í rauninni að komast í betri farveg og það verður gert með því að breyta skipulagi kirkjunnar, halda áfram þessu sjálfstæði sem að drífur fólk áfram, en það þarf að miðla þekkingu, eftirliti og stuðningi frá miðlari yfirstjórn og þannig að þetta guðfræðilega og nýsköpunarlega hugtak, hluttekning, það þarf að vinna miklu markvissar að því í anda þessi nýsköpunarfræðin kenna. Þetta held ég hafi bara verið 20 mínútur, þá þakka ég fyrir. Kærar þakkir Skúli. Þetta var bara akkurat það og tæplega mér það. Ég held að þú hafi byrjað 5 mínútur yfir, þannig að þú vart bara á góðu róli. Það var bara sprellur. Og þakka kærlega fyrir áhugavert, skemmtilegt innlegg. Það höfðaði virkilega til mín að fá að vera í svona fjölbreyttari flóru heldur en þessum hefðbundnu bergmálsherbergjum, þannig að þessum maður að hlusta mikið á sína eigin kollega og þarfum til guttanum. En eins og ég nefndi áður, það hefur nú ekki komið inn ennþá allavega, en ef það væri einhverjar spurningar þá væri gott að fá það bara inn á spjallarásina og við tækjum þær svo í lokin. Ég ætlaði þá að taka fyrir næsta innlegg og
svona út frá dagskránni, þá ætlaði ég sjálfur að fjalla samhæfingu og sjálfbærni í þjónustu við eldra fólk og aldraða. Og svo í framhaldinu kemur Helga Björt og vonandi verður Ársæll komin þá. Ég ætla þá bara að rúlla af stað og aðeins að breyta uppsetningu. Ég held að við þurfum að breyta spotlightinu af þér, Skúli, þannig að ég vona að það sé góð. Já. Það setja sjálfum mig í spott. Já, og þá það deila til ykkur skjánum með slæðunum. Já, þið sjáið hvaða skjá sjáið þið núna? Það Við sjáum notes og hliðar. Og hliðar skjáin? Já. Ok, þá best ég skjóti þetta niður bara hjá þess. Já, þú getur, ef þú setur bara hana á stóra, skjávarpna hana, neðst. Þannig það? Hana litla, veit aldrei hvað þetta heitir. Þetta svona eins og skjávarpi. Segðu. Eða skjár. Nei, nú ekkert þetta. Ég hef ekki lent í þessu alveg nýlega. Það setja þetta bara fyrst upp, stoppa sharing. Þannig. Þetta bara svona og fara svo í svona. Þetta ætti að vera komið. Það ekki hjemme. Jú, flott. Takk. Ég ætla að fjalla fjölbreytni þjónustu eldra fólk og taka útgangspunkt í punktum og áhersluatriðum sem voru kynnt í nýlegum drögum að stefnumótun sem fjallar heilbrigðis- og félagsþjónustu sem var kynnt fyrir heilbrigðisráðuneytinu í seinnipartinn í júní og farið yfir á heilbrigðisþingi sem var haldið seinnipartinn í ágústmánuði síðastliðna. Það sem ég ætla bara rétt örstutt að fara í gegnum svona þar sem liggur á bakvið sem það sem heitir áratugur heilbrigðrar öldrunar og þau áherslu og tækifæri sem þar eru reifuð af hálfu Sameinuðu þjóðanna. Og síðan ætla ég að tala íslenskan veruleika og tengja það aðeins við þau markmið bæði Sameinuðu þjóðanna og líka þau markmið sem voru sett fram í þessu plaggi eða þessum drögum að stefnumótun. Og rétt svona til upprifjunar þá eru hér hefðbundnar myndsýningar af væntanlegri og núverandi mannfjöldaþróun í eldri aldurshópum í íslensku samfélagi. Og eins og við sjáum hérna þá hver flokkur hér fyrir þann hóp sem 60 ára eldri, 40 ára eldri og 80 ára eldri. Að það augljóslega þessi mikla breyting framundan að sá hópur sem býr á Íslandi í dag, hann mun sennilega ná 65 ára aldri og gott betur en það. En sem komið þá tiltölulega rólegt í þeim hópi eldra fólk sem eru stærstu þjónustu þegarnir í þjónustu hjá heilbrigðis- og félagsþjónustunni. Og að miklu hluta eins og sjá maður hérna að við erum kannski með 54.000 manns á meðan að það það bil 12.000 manns sem væru svona kandidatar fyrir eitthvað umfangað þjónustu, allavega þessa stundina. En þetta stefnir í töluverðar breytingar. Í skýrslunni verið að leggja áherslu á það sé á Íslandi tilefni til að skoða málin mismunandi eftir því hvar þú horfir á einstaka landshluta til dæmis og það má brjóta þetta reyndar alveg niður á sveitarfélög. Að á meðan við erum að horfa í sumum landshlutum á fækkun íbúa eða stöðugleika mögulega, það sé svona nokkuð stabílt ástand, það ekki fjölgun og ekki fækkun, en mannfjöldaspáin gerir ráð fyrir fækkun, sennilega vegna sveiflna sem hafa verið,
að þá nokkuð einhlít stefnan í landshlutum, öllum landshlutum á Íslandi, að mannfjöldinn í aldurshópnum 64 ára, sem aldursmarkinn fyrir aldraða, á leiðinu upp og hefur verið á leiðinu upp. Og mun sennilega ná sínum toppum í kringum 2045 og svo elstu hóparnir 80 ára eldri munu svo ná þeirri stöðu í kringum 2065 eins og spáin 2060 cirka bát sem að stöðan núna. Á Íslandi samsetning og umsvif í velferðarþjónustunni dálítið öðruvísi heldur en víða annars staðar. Og eitt af því sem einkennir okkar skipulag, sérstaklega í heilbrigðis- og félagsþjónustunni, þvælustigið, ef maður getur orðað svona. Það ekki mjög einhlít hver hefur með málaflokkinn að gera. Kannski það dæmigert fyrir þjónustu eldra fólk að hún blandast inn á mörg svæði. En félagsmálahluti velferðarráðuneytisins sem áður var og heilbrigðisráðuneytið, sveitarfélögin og síðan eru sjálfstæðir aðilar. Og þá auðvitað líka bara þriðji geirinn eins og sjálfseignarstofnanir og kirkjan þess vegna. Þannig að það eitt af því sem stendur upp úr dálítið flækjustig á stjórnsýslunni hjá okkur. Annað sem stendur upp úr þegar við förum að bera okkur saman við Norðurlöndin á sviði heilbrigðisþjónustunnar, að þá stöndum við líka samkvæmt þessari úttekt sem að KPMG vann fyrir landlæknisembættið. Þá eru Íslendingar með mjög hátt hlutfall af landsframleiðslu til stofnanadvalar, á meðan að við notum minna af okkar fé til þess sem að kallast heimahjúkrun eða opin þjónusta sem aðstoða fólk í heimahúsum. Og þetta dálítið stingandi munur á milli Norðurlandanna. Á þessum tímapunkti þá finnst mér nú svona rétt að hnippa á því að á meðan að 65 ára eldri á Íslandi 54.000, þá erum við ekki að tala að allir þessi hópur séu þjónustuþegar. Langstærsti hluti hópsins bara venjulegur Íslendingur sem að notar heilbrigðis- og félagsþjónustu í því magni sem að telur sig þurfa eða þarf á eftir aðstæðum. Og það í raun og veru bara rétt 4-5% sem að nota þyngsta hlutan í heilbrigðisþjónustunni og félagsþjónustunni sem stendur þá á bak við megin útgjöldin og uppbyggingu úrræðanna sem við erum með. Og þess vegna mikilvægt að hafa það í huga að þó að séu stöðugt fyrir að tala eldra fólk, jafnvel sem frá flæðisvanda, að þá megin þorri 80-90% af þessum hópi bara ekki á þeim stað. Þetta hefur fært og bendir líka til þess að umræðan á Íslandi hefur svolítið verið það að við þurfum að auka stofnanaúrræðin. En eins og ég reifaði hér framan þá nú líkindi til þess að við ættum að setja fókusinn á annað miðað við reynslu Norðurlandanna. Og ég set hér upp dæmi það að ef við værum að vinna með svipuð hlutfall Íslendinga inn á hjúkrunarheimilum eða inn á stofnunum í staðinn fyrir í samanburði við Dani, að þá værum við cirka bát á þessari rauðu línu. Það að segja að við værum með hjúkrunarpláss fyrir 2000 manns, en í raun og veru Íslendingar núna með tæplega 3000 hjúkrunarrými í notkun. Ef við færum inn á módel sem að Finnar hafa útfært hjá sér og gefið góða raun og verið rekið síðustu 10 árin, þá værum við kannski 13 til 1500 hjúkrunarpláss á Íslandi. Þetta engir smá peningar ef því að skipta og getur skipt verulegu máli fyrir samþætting og samstarfi þjónustu sem með öðrum hætti á hinum Norðurlöndum. Í desember á síðasta ári ákváðu Sameinuðu þjóðirnar með sérstakri samþykkt að helga áratuginn 2021 til 2030 sem áratug heilbrigðrar öldrunar. Og þar voru lögðu upp ákveðin grunnverkefni sem að ganga út á að við þurfum að taka okkur svolítið tak í viðhorfum, skipulagi og í áherslum á þjónustu. Við þurfum að vinna með hugsun okkar og skynjun og hegðun gagnvart eldra fólki og þeir kalla það einfaldlega bara how we think, feel and act, og svo við þurfum að þróa samfélagið, við þurfum að nýta fólki betur, virkja það og valdefla það. Og við þurfum að veita þjónustu sem samþætt og persónumiðuð.
Ekkert ósvipað því sem Skúli var að fjalla hér áðan, það sem að vera að horfa til persónulegra þátta og hlusta eftir því sem að gerast í samfélaginu. Byggja á styrkleikum, heild og samvinnu og vinna að því að tryggja viðeigandi úrlausnir þar sem við á. Sameinuðu þjóðirnar grunna þetta eðlilega bæði í vistfræðinni og sjálfbærni þróun, en líka á grunngildum Sameinuðu þjóðanna sem eru gagnkvæm tengsl allra þjóða og manna, almenn og algild réttindi og á samstöðu þjóða heimsins. Og í gegnum þessi grunngildi sem eru bara manngildi, þar liggur líka leiðin til þess að reyna að ná í árangur í kringum vistkerfið og sjálfbærnina. Nú, eins og ég nefndi áðan, það Sameinuðu þjóðirnar hafa skipt þessu upp í svona 4 meginkafla áskorunum sem að lúta að heilbrigðri öldrun, það að segja skapa aldurfrænt samfélag sem að gefur rými fyrir fólk og hlustar á fólk. Við erum að vinna gegn hefðbundnum og viðvarandi aldursfordómum, kennitöluvandamálum og þar fram eftir göttunum. Og við þurfum líka að samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustan okkar og við erum að gera mjög mikið í því vegna þess að kerfið okkar sem oft talað kannski ekki svo mikið kerfi, heldur meira samansafn af einstökum sílóum eða súrheysturnum sem að vinna hver fyrir sig og eru í mismiklu og sumir hverjir í mjög litlu samstarfi. Einstaka eru auðvitað í töluverðu samstarfi. Og síðan þurfum við að tryggja langtíma umönnun og þá verið að vísa til þess að hún ekki bara inn á stofnunum, hún ekki stofnanavædd. Langtíma umönnun eins og við kynntumst til dæmis í COVID var bara að dvelja í heimahúsi með gott netsamband við lækna og hjúkrunarfólk á göngudeild. En fólk sem í heimahjúkrun og búa heima kannski í 5 eða 10, 15 ár býr við langtíma umönnun. Og þarna þurfum við að hugsa upp á nýtt hvernig nálgunin okkar Grunnurinn í nálgun Sameinuðu þjóðanna í raun og veru svo að við þurfa að hugsa heildrænt, en við þurfum að bregðast við heima hjá okkur. Og síðan þessar aðgerðir sem þarna eru nefndar í skuldbindingum Alþjóða heilbrigðismálastofnunar og Sameinuðu þjóðanna sem við erum þá aðilar að. Þar eru 5 skuldbindingar og þetta svo fyrsta. Og ég ætla bara að fara löflétt í gegnum þetta. Að það fyrsta að við þurfum að skuldbinda okkur við þessi markmið og við þurfum að skipuleggja forystuna í hverju landi og það gerum við með þessum 3 þáttum. Í öðru lagi þurfum við að þróa aldurfrænt samfélag eins og ég nefndi áðan. Það gerum við með því að hlúa sjálfræði og virkja fólk og stuðla að fjölþættum aðgerðum bæði þvert á greinar og atvinnulíf. Í þriðja lagi þurfum við að aðlaga velferðarþjónustuna þörfum eldra fólks. Við þurfum að stilla fókusinn, tryggja aðgengi og upplýsingamiðlun og sjálfbærni og tryggja velþjálfað starfsfólk á viðeigandi sviðum. Í 4. aðgerðin þróun sjálfbjarnara kerfa sem veita langtíma umönnun. Það að segja endurbætur, efla starfskrafta og tryggja gæði. Þetta eru allt þróunar- og nýsköpunarverkefni. Og í 5. lagi þurfum við að sameinast aðferðir til þess að bæta mælingar, vöktun og rannsóknir og styrkja í raun og veru rannsóknargetuna. Það mjög mikið eða fullmikið af því sem við erum að fást við í þjónustu við eldra fólk í dag þar sem við hreinlega vitum ekkert hvað gerast. Og eitt lítið dæmi það að það mismunandi á milli heilbrigðisumdæma hvað ein einstök vitjun kölluð sem kallað hvað hún stendur lengi, hvort hún 15 mínútur, 20 mínútur eða 25 mínútur og í sumum tilfellum 30 mínútur. Þannig að við getum ekki gert einu sinni samanburð á milli svæða. Sem sagt, á heimsvísu þá eru skilaboðin þessi 4 aðgerðir, breyta hugsun og skynjun og hegðun, þróa samfélagið, veita persónulega þjónustu og tryggja aðgengi að langtíma þjónustu. Og þá eru tillögurnar á Íslandi. Tillögurnar sem voru lagðar fram í sumar og ég hef hér merkt kannski þær sem að horfa meira til þeirra yfirskriftar að tala samhæfingu og sjálfbærni. Og það fyrsta sem við þurfum að gera að yfirfara alla lagasetningu í málaflokknum og tryggja samhæfni heilbrigðis- og félagslegra þjónustu.
Í öðru lagi þarf að fara í markvissa vinnu á samfélagsvísu, gagnvart fordómum og taka umræðuna þar og þar held ég að megi færa rök fyrir því og reyndar gert í þessum tillögum að eldra fólk eigi að spila mjög stóra rullu sjálft. Og svo það þetta að gæta þess að hagsmunir og sjónarmið eldra fólks komi skýrlega fram í öllum ákvarðanaferlum og vinnuferlum sem í samfélaginu. Inn í þetta tengist auðvitað líka alls konar þættir eins og varðandi réttarstöðu og fræðslumál og þar fram eftir götunum. Tillögur númer 2 lúta sérstaklega að samþættri þjónustu og samhæfingu og þá verið að leggja til í raun og veru það sem þekkt úr annarri þjónustu að þú byggir á persónumiðlun og samþættingu. Það þarf að auka aðgengi á upplýsingum og það þarf sérstaklega að styðja fjölskyldur og aðstandendur sem sinna umönnun vegna þess að við eigum rannsóknir sem segja okkur það að megin þorri umönnunar við eldra fólk fer fram í gegnum fjölskylduna. Og við þurfum að samþætta heimaþjónustuna, fjölga hreyfanlegum teymum líkt og við gerðum núna í COVID, búa okkur til kerfi sem að byggir á fyrirbyggjandi nálgun og með breytilega nálgun eftir svæðum eins og ég var að sýna áðan varðandi mannfjöldaþróunina. 10. tillagan fjallar að samhæfa og efla fræðslu og þekkingarmiðlun, samhæfa þjónustuna, fara inn í nýsköpun, rannsóknar og þróunarverkefni og þróunarsetur og efla fjarþjónustu, fjarheilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu. Þriðji hluti tillagnanna sem að lagður var fram í sumar fjallar forystu, skipulag og samhæfingu og þar myndi maður geta sagt að samhæfingu og sjálfbærni varði til dæmis samhæfingu í stjórnskipulagi eins og ég byrjaði á. Einnig að skipa hér landsstjórn eða verkefnastjórn áratug heilbrigðisaldrunar til að koma þessum verkefnum í ferli. Og í þriðja lagi að samræma forystuna í hverjum landshluta og í hverju heilbrigðisumdæmi. Vegna þess að í hverju heilbrigðisumdæmi sem eru þú eru allavega, ég man ekki nákvæmlega hvað það eru mörg, með 5, að þá erum við með breytileika sem að liggur í að heilbrigðisstofnun, stundum sjúkrastofnun, heilsugæslustöð, félagsþjónusta og svo erum við með aragrúa af sveitarfélögum því þau eru tæplega 70. Þannig að það veruleg þörf á því að menn í heimahéraði komi sér saman það hvernig þeir ætla að stýra málefnum á viðkomandi svæði af því að það má ljóst vera að við munum ekki hafa þyngst og sérhæfðust úrræðin á hverjum einasta stað eða á öllum stöðum í dreifðum byggðum. Og síðan tilgreini hér fleiri úrræði á fleiri sviðum en það 7. í raun og veru svolítið lykilatriði og það að samhæfa matsþætti og úttektir og þjónustumatið sem framfer í heilbrigðis- og félagsþjónustunni og það þarf svolítið að nálgast á þeim grunni að öldrun sé ekki sjúkdómur heldur hluti af lífsferlinu. Þegar kemur að samhæfingu og sjálfbærni þá verður forysta klárlega stór þáttur og á þessum myndum ég að reyna að draga fram að við þurfum að vinna á öllum sviðum samfélagsins eins og Sameinuðu þjóðirnar gera ráð fyrir, bæði á einstaklingssviðinu, samfélagssviðinu og fjölskyldusviðinu eða byggðasviðinu og svo á samfélagssviði. Og þegar kemur að sjálfbærninni í kerfunum okkar, þá verðum við að huga að vistkerfinu og samfélaginu og fjármálahlutanum líka. En rauði þráðurinn eða hér í þessu tilfelli blái þráðurinn, í gegnum öll þessi stig og líka hérna megin í sambandi við það hvernig við vinnum á samfélagsstígunum, á einstaklingi og upp í samfélag, að þá þurfum við að vinna út frá sjálfbærnimarkmiðinu samvinnu. Það að samvinnan verði rauði þráðurinn og í gegnum þetta allt saman vegna þess að hún skapar möguleika á því að við náum sjálfbærni og að við náum samhæfingu í einhverju mynd. Í lokin þá setja ég hér inn tilvísanir á skýrsluna og greinar nokkrar þetta sama efni
og úttektir og tilraunir ef áhugi væri fyrir að skoða það. Við vonum að þetta hafi svona gefið ykkur smá hugmynd það hvar Ísland statt í sambandi við þjónustu við eldra fólk, áherslum Sameinuðu þjóðanna og hvar verkefnin liggja núna fyrir íslenskan veruleika til þess að takast á við samhæfingu og skapa samfélag sem byggir á samþættri þjónustu og samhæfingu og sjálfbærni til framtíðar litið. Takk fyrir mig í bili. Það þetta var ekki bara komið. Takk fyrir, svörum við ekki svo spurningum í lokin eða ég sé að ég með eina hérna á tjattinu. Jú, ég var að kynnti það í upphafi ef það við myndum að taka það bara í lokin. Ef það væri í lagi. Þá erum við komin að næsta kapitula sem að taka spotlight að sjálfum mér hérna á. Þá erum við komin að næsta kapla sem að Helga Björt ætlar að sjá Það reynsla foreldra af erlendum uppruna sem starfa í sjávarútvegi að því eiga barn í grunnskóla á Íslandi. Ertu tilbúin, Helga? Gjörðu svo vel. Stakkaði að mute líklega. Ertu ekki muted? Ég er muted. Já, nú ertu góðinn. Sjáu þetta núna? Já, takk. Flott. Sko, það reyndar lítur aðeins öðruvísi út hjá mér. Það aðeins að prófa þetta aftur. Já. Nú þurftu bara að íta á... Já, ég er í smá, þetta aðeins að koma öðruvísi út en plani var. Þið sjáu ekki neitt núna eða það? Nei. Fyrri tilraunin gekk mun betur heldur en svo síðari. Já, það máli að ég sé ekki nótsinn hjá mér, sko. En það er einhverju hlutu vegna. Þú getur sett þetta upp á hinum skjánum og þá nótsinn þar og mögulega. En svo Helga Björk, svo getur held ég farið upp og átt að geta valið presenters view. Já, sjáu þið þetta ekki núna? Jú. Já, þetta orðið eðlilegt hjá mér. Jæja, flott. Ég ætla bara að byrja. Gjörðu svo. Já, sælveriði, ég heiti Helga Björt Möller og sitt hérna heima hjá mér á Ísafirði og með mér er Hermína Gunnþórsdóttir. Hermína er sem sagt prófessor við kennaradeild HA og sjálf er ég kennari við MI en hef víðtæka reynslu af skólastarfi, bæði úr grunnskóla og eins frá skólaskrifstofu. En ég ætla að fjalla mastersritgerð sem ég var að ljúka nýlega og fjallar reynslu erlendra foreldra sem starfa í sjávarútvegi á Íslandi af grunnskólagöngu barna sinna. Eða upplifun foreldra sem starfa á vinnustöðum með hátt hlutfall starfsmanna af erlendum uppruna. Markmiði rannsóknarinnar minnar var að kanna reynslu foreldra af erlendum uppruna sem starfi í sjávarútvegi á Íslandi og á landsbyggðinni af því að vera með barn í grunnskóla á Íslandi. Og ég skoðaði sýn og upplifun þessum foreldrahóps af skólastarfi, námi, samskiptum við starfsfólk skóla og svona reyndi líka aðeins að skynja hvaða fjölmenningarlegu áherslur væru í skólanum út frá lýsingu foreldra og svo kannaði líka framtíðarvæntingar tengdar skólagöngu barnanna og bara þeirra sjálfra. En sérstaklega var einblínt á erlenda foreldra sem starfi í sjávarútvegi á vinnustöðum þar sem oft er hátt hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna og sumir hverjir nokkuð einangraðir frá íslensku samfélagi. Þannig ég var svona svolítið að reyna að þrengja mig við þann hóp. Rannsóknarspurningi mín er eiginlega búin að koma fram, það er bara heitið á ritgerðinni, en mér langaði að heyra raddir þeirra foreldra sem alla jafna heyrast minna í skólanum. Þeirra foreldra sem þurfa að jafnvel að nota túlk til að koma upplýsingum áleiðis og eru ekkert að trana sig fram í skólastarfi
hafa kannski ekki einu sinni tök á því að tjá sig almennilega, allavega ekki svona þegar þeim hentar. Í ritgerðinni ég náttúrulega með fræðilegan bakgrunn og þar fjalla ég nemendur af erlendum uppruna og skólakerfið og skoða rannsóknir bæði íslenskar og erlendar. Það hafa komið vísbendingar fram að það halli á þennan nemendahóp á Íslandi, eins og til dæmis niðurstöður PISA, hlutfallslega hátt brottfall úr framhaldsskóla og svo þessi nemendahópur mjög hátt hlutfall af þeim sem þurfa á þjónustu talmeinafræðings að halda. Þannig að það eru bara ýmsar vísbendingar að það halli hópinn. Ég fjallaði líka áhrif foreldra á námsárangur barna sinna. Það eru til bara fjölmargar rannsóknir sem sýna að áhrif foreldra geta verið mjög mikil og svona mismunandi þættir foreldra sem að hafa árangur eða skila árangri. Svo fjallaði ég foreldra af erlendum uppruna í skólakerfinu, bæði rannsóknir frá Íslandi og erlendis frá og það alveg talsvert til og mjög áhugavert. Og ég fjalla líka fjölmenningarlegt skólastarf, hvað fjölmenningarlegt skólastarf og hvað einkennir það eins og námskrá, kennsluhættir, íslenska sem annað mál, foreldrasamskipti og fleira. Aðferðin mín, þetta var eiginleg viðtalsrannsókn og ég tók 11 hálfstöðluð viðtöl við 12 erlenda foreldra grunnskólabarna. Þetta voru í raun viðtöl við einn einstakling, öll nema eitt og þá var par sem ræddi við mig. Foreldrarnir búa í 5 bæjum á Vestfjörðum og í einum bæ á Norðurlandi. Börnin þeirra í 6 mismunandi skólum, þannig að það var svolítið talsvert breitt í hópnum mínum. Og viðtölin voru greind með þemagreiningu að þeim loknum í raun. Þátttakendur í rannsókninni voru frá 4 löndum úr 3 heimsálfum, höfðu búið á Íslandi í 3 til 22 ár, að jafnaði í 12 ár. Þeir voru allir í sambandi og enginn þeirra átti íslenskan maka. Þátttakendur voru 11 konur og 1 karlmaður og hver þáttakandi átti 2 eða 3 börn og þau höfðu öll unnið í fiskvinnslu, voru langflest starfandi í fiskvinnslu eða höfðu verið að vinna þar. Varðandi réttmæti, áreiðanleika og siðferðileg álitamál, þá eru þau bara ýmis varðandi svona rannsókn og stór áhrifaþáttur tungumálið. Ég fékk þýðendur til að þýða fyrir mig kynningarbréf og var í raun tilbúin með það á 4 tungumálum. Ég notaði 2 túlka í viðtölunum og í 6 viðtölum þá var notast við túlka. Og í 4 viðtölum þá töluðum við ensku sem var samt ekki móðurmál neins og 1 viðtal fór fram á íslensku. Svona aðrir áhrifaþættir varðandi áreiðanleika og svona siðferðileg álitamál, það voru í raun mjög fáir viðmælendur miðað við þessa svakalegu breidd sem var í hópnum. Þrátt fyrir að 11 viðtöl séu dálítið mikið í einhverri rannsókn. Það eru þetta engu að síður fáir viðmælendur. Þeir höfðu ólíka reynslu og bakgrunn og það svolítið erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum vegna þess að reynslan svo svakalega ólík. Og auk þess það þannig að í svona þvermenningarlegum viðtölum eins og ég var að taka, þá geta siðir, venjur, líkamsstaða, frásagnavenjur og fleira haft mikil áhrif á niðurstöður og hvað kemur fram og hvernig það túlkað og svoleiðis. Þjóðerni þáttakenda voru ekki gefin upp beint til þess að forðast rekjanleika. Ég segi aldrei þessi móðir frá Póllandi eða þessi móðir einhvers staðar frá eða eitthvað svoleiðis. Og það sama gilti vinnustaði fólks, skólana og bæjarfélög. Þannig ég gefi raun ekki upp til dæmis hvaða bæir þetta voru þar sem foreldrarnir bjuggu. Niðurstöðurnar mínar, ég greindi niðurstöður í 5 þemur og þau voru ánægja með uppeldisaðstæður barna á Íslandi. Svo skoðaði ég þema staða barnanna, upplýsingaflæði milli skóla og heimilis, fjölmenningarlegt skólastarf og staða foreldranna. Síðan voru þessi þemu náttúrulega greind í fjölmörg undir þemur
og ég ætla að fjalla aðeins þessi 5 þemu, svona í grófum dráttum. Það kom rosalega skýrt fram, eða í öllum 11 frásögnum foreldranna, hversu ánægðir þeir voru með aðstæður barna á Íslandi og íslenska skólakerfi, þó að þeim fyndist kannski einstök atriði ekki verið í lagi. Og foreldrarnir töluðu langan skóladag úr sínu heimalandi og mikið stress, kvíða fyrir að falla á prófum og falla bekki og voru bara mjög ánægðir með það að börnin sín þyrftu ekki að fara gegnum þetta. Og það var til dæmis ein móðirin sem sagði að hún hefði haft miklar efasemdir áður varðandi íslenska skólakerfið og ákveðið svona agaleysi og losaragang sem hún hafði talið að væri, en svo sagði hún við mig, they can like breathe and have fun, playing with their friends, and I see that they are still going to university, going to the high school, and still they can do all this stuff, so I think that the system is not so broke. Nú, það kom líka ein móðirin sagði þetta bara mjög gagnlegt, eins og þegar eldri strákurinn var í öðrum bekk, þá var honum kennt að nota nál og tvinna og hann kannski er það ekki alveg svona fullkomlega, en hann bjargar sér alveg í lífinu. Foreldrar töluðu líka sundkennslu og voru ánægðir með hana og yfirleitt voru þeir sáttir við lítið heimanám, en þó ekki í öllum tilfellum. Nú, staða barnanna, og þá ætla ég að fjalla sérstaklega íslenskuna, stöðu barnanna í íslensku, en í 6 viðtölum komu fram áhyggjur foreldranna af stöðu íslenskukunnáttu barna sinna og sneru þær áhyggjur fyrst og fremst bóknám, málfræði og dýpri orðaforða en ekki talmálið. En þessar áhyggjur komu helst fram hjá foreldrum sem höfðu búið lengi á Íslandi og áttu börn sem voru fædd á Íslandi eða að börnin höfðu flust til landsins mjög ung. Þeir foreldrar sem höfðu búið styst á Íslandi, þeir lýstu þessum áhyggjum ekki. Og já, má náttúrulega vera að það sé ekki tímabært þegar maður nýfluttur til landsins. En ein móðirin sagði til dæmis, ég hef miklar áhyggjur af því, sérstaklega með framtíðina, miklar áhyggjur og finnst leiðinlegt að geta ekki gert neitt í þessu. Í 9 viðtölum kom fram að foreldrarnir vissi ekki til þess að kennsla í íslensku sem öðru máli hafði verið í boði eða töldu hana hafa farið fram í of stuttan tíma eða í of litlu mæli. Aðeins eitt foreldri tjáði sig að slík kennsla hefði verið nægilega markviss eða mikil. 3 foreldrar sögðust hafa óskað eftir aukinni kennslu í íslensku sem öðru máli, en skólinn hefði ekki brugðist við því. Ein móðirin lýsti svona ákveðnu metnaðarleysi sem hún upplifði með þessum hætti. Oh, she doesn't have to learn this because she speaks this language and this language. I want her that she has opportunities to learn this stuff, but sometimes they are like, no, she doesn't have to learn this. Svo ætla ég að fjalla stöðu barnanna, þar að segja námslega, og yfirleitt þá virtist börnunum ganga ágætlega í námi að mati foreldranna og þá eins og sérstaklega í stærðfræði og erfiðleikar voru helst tengdir veikri stöðu íslensku og þá svona bókgreinum ef það var flókin orðaforði og þess háttar. Nú, félagsleg staða barnanna var bara yfirleitt mjög góð og foreldrar höfðu ekki áhyggjur af henni alla jafna. Börnin áttu íslenska vini og bæði íslenska vini og vini af erlendum uppruna og það voru þá frá sama upprunalandi eða öðrum erlendum uppruna. En foreldrarnir þetta var yfirleitt ekki vandamál og börnin voru almennt virk í tómstundum og mjög mörg þeirra voru í tónlistarnámi. Nú, upplýsingaflæði var eitt af þemunum og almennt voru foreldrarnir sáttir við upplýsingaflæðið, búnir að finna ýmsar leiðir til þess að skilja upplýsingar eins og nota Google Translate eða spyrja aðra. Margir foreldranna sögðu að skólarnir væru duglegir að segja frá tómstundastarfi og hvetja börnin áfram. 3 foreldrar sögðu reyndar frá neikvæðri reynslu tengdri upplýsingaflæði, þar sem að skólinn hafði ekki veitt þeim mikilvægar upplýsingar. Túlkaþjónusta virtist yfirleitt verið í boði, en þó voru dæmi annað. Og það var ein móðirin sem sagði mér frá því að hún satt og þau foreldrarnir sátu skilafund hjá sálfræðingi og það var engin túlkur. Hún segir, það var engin túlkur og það var bara þetta sem maðurinn minn skildi og þá þurftum við bara að finna
Við þurftum bara að leita að einhverjum túlki sjálf til að fá að vita meira. Þetta var erfið reynsla fyrir þessa móður. 2 foreldrar kærðu sig ekki túlk og slíkt hafði skapað spennu. Eitt foreldri sagði að bæði hún og kennarinn töluðu ensku, en enga síður þá hefði, eins og foreldri segir, umsjónarkennarinn vildi ekki tala við mig beint, hún var alltaf að kalla á túlk og ég vissi ekki alveg fyrir hvern. Að mínu mati vantaði ekki túlk. Nú, í einu tilfelli greindi foreldri frá því að barnið sitt sæi að túlka á milli sín og skólans. Þannig að í þessum 11 viðtölum þá allavega komu fram upplýsingar að þetta ennþá í gangi í einhverjum mæli. Og eitt foreldri talaði það að því hefði ekki verið greint frá því þegar barnið var látið hætta í ensku til að fá auka íslensku og svo virtist sú kennsla hafa verið frekar ómarkviss og tilviljanakennd og það fór að halla undan fæti í enskuprófum. Foreldrunum var brugðið yfir að hafa ekki verið upplýst þessar breytingar og lagði til að auka íslenska færi bara fram í dönskutímum svo að barnið var ekki að missa úr hinum og þessum námsgreinum. Og það gekk svo eftir. En þetta foreldri var mjög ósátt við þetta skipulag og það veri ekki í samráði varðandi þessar tilfærslur. Nú, ég skoðaði líka þemað fjölmenningarlegt skólastarf og það var þannig að foreldrar sögðu að samskipti við starfsfólk væri mjög misjöfn. Sumir foreldrar sögðu frá góðum og hjálplegum kennurum sem höfðu haft jákvæð áhrif á skólagöngu barnsins. Og eins og ein móðurinn sagði bara, kennarinn kann bara að vekja áhuga á námi og Magdalena kemur heim og vill læra meira og kennarinn bara svo mikið að hrósa nemendum og þá bara svo hvetjandi að læra enn meira. Þessi móðir var svakalega ánægð með nýja kennarann. Ég tek það fram að ég náttúrulega með kóðuð nöfn og allt slíkt. En það komu líka fram sögur af umsjónarkennurum sem að foreldrar töldu hafa verið erfiða og halda upplýsingum frá sér og hafa litla trú á barninu þeirra og foreldrar upplifðu tímabilin sem að þessir svokölluðu erfiðu kennarar hefðu kennt sem mjög erfið tímabil. Nú, foreldrum var tíðrætt erlent starfsfólk skóla sem var hjálplegt. Þetta voru erlendi kennarar, stuðningsfulltrúar eða skólaliðar sem hafðu ýmist túlkað í foreldravitölum, aðstoðað við að koma þeim inn í íslenska skólakerfið þegar að foreldrar voru nýfluttir til landsins, kennt móðumálið, kennt íslensku sem annað mál, aðstoðað foreldra að ræða við skólastjóra vegna ágreiningsefna og aðstoðað við að fylla inn alls konar skjöl og plögg og þess háttar. Og greinlegt að þeir voru í lykilhlutverkum, þessir erlendu starfsmenn. Nú, það kom fram líka ánægja þegar að skólar voru með fjölmenningarlega áherslu, en það heyrði þó til undantekninga. Það var í 2 viðtölum sem að foreldrar lýstu því sem að flokka mætti sem fjölmenningarlegt skólastarf. Og til dæmis var talað skólastjóra sem var nýbyrjaður og hafði strax beitt sér fyrir jákvæðum samskiptum barnanna og gegn útilokunarmenningu. Sá skólastjóri fékk foreldra á skólaþing, bauð upp á túlkaþjónustu á þinginu svo allir gætu tekið þátt. Og þetta foreldri var mjög ánægt og lýsti þessu svona. Það var bara elsti bekkurinn sem var að sjá veitingar og svo voru einhverjir að syngja og aðrir að spila. Foreldrunum var boðið og það var bara mjög gaman og við vorum bara sameinast. Við vorum svona eitt stórt skólasamfélag. Annað foreldri greindi frá því að skólinn legði áherslu á móðurmál barnsins í skólastofunni. Aðrir nemendur hefðu lært jólalag á móðurmáli barnsins sem væri sungið fyrir jólin. Og kennarinn hefði lært eitthvað í móðurmálinu og fengið upplýsingar frá foreldrum fyrri heimabæinn þeirra til að vinna með í bekknum. Og foreldri sagði, and they got some information from me and made one day only about my country, my town, for my children. It was very, very good. Enga síður var yfirleitt frekar lítil áhersla á móðurmálið í skólanum svona miðað við lýsingar foreldra. Og í einhverjum skólum var boðið upp á móðurmálskennslu einu sinni í viku í sérstökum kennslustundum. Hins vegar var aðeins eitt foreldri sem talaði að móðurmálið væri eitthvað nýtt í almennum kennslustundum og eitthvað tengt þeim íslenska orðaforða sem að unnið væri með hverju sinni. 2 mæður sögðu frá því að í skóla barnanna þeirra hefði verið rætt við börnin að þau töluðu ekki móðurmálið í skólanum því að það skapaði ákveðin vandamál milli íslenskra og erlendra barna.
og önnur þeirra sagði, skólinn ekki að gera neitt rangt, skólinn bara að hvetja, passa upp á að þau séu öll saman, að hvetja pólsku krakkana til að tala íslensku, því hinir bara skilja ekki. En pólski krakkar eiga svolítið erfitt með að skilja það, að banna þeim að tala á sínu tungumáli, þeir skilja ekki af hverju. Nú, svo það síðasta þemað hjá mér og það var staða foreldranna. Mörgum foreldrum fannst flókið að læra íslensku og erfitt að stíga skrefið að byrja að tala málið. Margir skildu íslensku en treystu sig bara ekki til að tala hana. Hluti foreldrana, eða 5 þeirra, hafði haft samband við skólann þegar þeim fannst eitthvað betur með að fara og hafðu sjálfstraust í það og fannst kvörtunum þeirra á ábendingum bara vel tekið. En svo var hluti foreldrana, eða 4, sem hafðu ekki treyst sér til að ræða við skólann slík mál og upplifðu líka að það væri ekki hlustað á þá. Fæstir foreldrar töluðu menningarmun eða fordóma, en þó komu alveg fram dæmi og sögur slíkt. Ein móðirin sagði til dæmis, mér finnst fólk segir ekkert, en ég fæ tilfinningu. Þau gefa frá sér þetta væp af því að þeim alveg sama. Mér finnst eins og ég skipti engu máli fyrir þau horfa bara fram hjá mér og þau skiptast líka svo mikið í hópa. Þetta mest út af tungumálinu, af því að ég get ekki tala tungumáli alveg rétt og mikið. En þetta ekki bara Íslendingar. Nú, fæstir foreldrana sögðust vera í samskiptum við íslenska vini eða kunningja og virtust frekar vera í samskiptum við fólk af sama uppruna á Íslandi. 4 foreldrar sögðu frá Íslendingum sem hafðu aðstoðað þá með einhverjum hætti og til dæmis sagði ein móðirin frá fjölskyldu sem hafði tekið þau upp á arma sína þegar þau voru bara nýflutt til landsins. Fjölskyldu sem bauð börnunum að koma til sín daglega til þess að lesa á íslensku og aðstoða þau við framburð. Og þessi móðir sagði, I see him as my father and my kids see them as their grandparents. Og yfirleitt það var þannig að foreldrarnir sáu fyrir sér að búa á Íslandi í framtíðinni og vonuðust til að börnin gengu menntaveginn og færi framhaldsnám og ein móðir orðaði þetta með þessum fallega hætti, hálft hjartað pólskt og hálft hjartað íslenskt. Nú í umræðanum þá fjalla ég svolítið, það má segja að það hafi svolítið komið á óvart hve mikill samhljómur var hjá foreldrum varðandi ánægju frelsi barna á Íslandi og streitulaust skólastarf því að margar rannsóknir sem hafa verið gerðar, eða af þeim rannsóknir sem hafa verið gerðar, hefur þetta ekki beint komið fram, frekar hið gagnstæða. Það var líka jákvætt að sjá að foreldrarnir sögðu að börnin væru félagslega vel stödd því að það svolítið á skjön við rannsóknir sem hafa frekar sýnt að börn af erlendum uppruna verða frekar fyrir einelti, eru vinafærri og frekar útundan. Og maður velti fyrir sér hvort að stærð bæja eða skóla spili eitthvað þar inni. Það var áberandi hve margir foreldrar töldu börnin sín glíma við erfiðleika í íslensku sem öðru máli og sérstaklega þeir sem höfðu búið lengi á Íslandi. Og það raun alveg í takt við allar þessar vísbendingar að það halli á hópinn. Og foreldrarnir virtust ekki meðvitaðir réttindi börn sín til að fá íslenskukennslu eða kennslu í íslensku sem annað mál, en þessi réttur mjög skýr í grunnskólalögum og í aðalnámskrá grunnskóla. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virtist fjölmenningarlegt skólastarf mislangt komið í skólum barnanna og móðurmálin lítið nýtt í skólunum og börnin virtust ekkert fá tækifæri til að nýta þau í hinni almennu kennslustofu, jafnvel þó að það væri verið að bjóða upp á móðurmálskennslu í skólanum. En rannsóknir hafa einmitt sýnt það að þetta virðist vera vandamál á Íslandi og að kennarar hafi bara ekki verkfæri eða þekkingu til að nýta móðurmálin. Hins vegar hafa rannsóknir líka sýnt að aftenging við móðurmál getur beinlínis verið skaðleg og unnið gegn jákvæðri sjálfsmynd nemenda. Foreldrarnir virtust ekki gera mikla kröfur á skólann varðandi ýmis málefni, eins og móðurmál eða íslensku sem annað mál og fleira, en höfðu hins vegar mikinn metnað fyrir hönd barna sinna og vildu sjá þau ganga menntaði. Og í rannsókninni kom fram að flestir foreldrarnir voru nokkuð einangraðir frá íslensku samfélagi og þekktu fáa Íslendinga. Þeir upplifðu að erfitt var að læra íslenskuna og treystu sér ekki til að byrja að tala tungumálið.
Það kom líka fram að tengslanet foreldranna skipti máli og að þegar ákveðnir einstaklingar hafði hjálpað ýmislegt, þá skipti það alveg sköpum þegar að foreldrarnir voru vanmáttegir. Það má því segja að félagsauður foreldranna hafi haft mikið að segja og ýti undir virka þátttöku í samfélaginu og ýti undir það að foreldrar verði öruggari í að styðja við börnin sín í skólastarfinu og náttúrulega bara í lífinu. Nú ætla ég að gefa boltan yfir til Hermínu. Hún ætlar að fjalla þessu lokaorðin. Hermína, gjörðu svo vel. Já, takk Helga Björt. Ég ætla bara rétt að draga þetta saman í lokin en þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður hjá Helgu Björt og af því að hún er að tala við hóp foreldra sem eru í rauninni í sjávarþorpum og hafa lengst af unnið í fiskvinnslu og þá var mjög áhugavert að sjá að það koma svolítið öðruvísi niðurstöður heldur við kannski séð í mörgum öðrum rannsóknum sem varðandi foreldra erlendum uppruna, eins og til dæmis þessi mikla ánægja með list og verkgreinar og við sjáum það til dæmis í öðrum foreldrahópum þar sem kannski eins og í rannsóknum með foreldrum frá Sýrlandi að þar kemur akkurat hefur gagnstæða fram að þeim finnst þetta í rauninni algjör óþarfi og í rauninni svolítið fyrir í námi barnanna. Þannig að það er mjög áhugavert að skoða allar niðurstöðurnar í þessu ljósi og svo líka þó að þetta sé ekki stórir hópar en þá kemur mjög skýrt í ljós hjá Helgu Björt að þessi skólar þó að það hefur bara verið 2 dæmi að það sem var einhver viðleitni og vinna með svona fjölmenningarlegar áherslur að þá eru foreldrar miklu ánægðari og upplifir í rauninni það að þeir tilheyra skólasamfélaginu og þetta er mjög sterkt í þeim tilfellum sem eru þó í niðurstöðunum. Og svo aftur er gagnstæða að þessi skólastarf var skammt á við komið að þá í rauninni upplifa foreldrar meiri vanmátt og óánægju með skólann. Og svo er þetta með félagsauðinn sem þó er heldur ekki mörg dæmi að þetta eru þetta eiginlega rannsókn en þessi dæmi eru mjög sterk að þar sem að foreldrar upplifa í rauninni þeir hafi einhver áhrif og það er svona samstæða í samfélaginu að það í rauninni einhvern veginn þau eru öruggari með sig og líta frekar á sig sem hluta af samfélaginu. Þannig að ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að skoða niðurstöðurnar inn á skemmunni. Ritgerðin er opin þar og það er mjög, held ég, nauðsynlegt að við skoðum svolítið frekar einstaka hópa. Þetta er alltaf svolítið erfitt á Íslandi að þetta eru kannski fáir hópar en þarna koma svolítið áhugaverðar niðurstöður út frá þeim pælingum að rýna svolítið í ólíkar aðstæður og uppruna og einmitt bakgrunn fólks. Þannig að er eitthvað í lokin sem við erum að brenna inni með, Helga Björt? Já, ég ætla kannski bara að segja frá því að ég fekk styrk til að gera þessa rannsókn enda fór ég víðan völl og keyrði 100 kilometra til að taka þessi viðtöl. Þau voru nefnilega yfirleitt tekin heima hjá viðmælendum en viðmælendur kusu það í flestum tilfellum og það var Vestfirski sjávarútvegsklassinn sem styrkti rannsóknina og tengiliðir þar komu mér í samband við viðmælendur. Þannig að það gekk svakalega vel að finna viðmælendur vegna þessara tengingar og þessa styrks. Annars er ég bara búin. Takk fyrir mig. Takk Helga. Þetta er spennandi og þínu að vona að vísa. Áhugavert að heyra þessum og líka þessum mótsögnum sem það er að draga fram á þessari og aðra rannsóknum. Þá erum við líklega bara komin til enda. Ársæll hefur ekki, við senda honum póst og hann hefur ekkert svarað skilaboðum þannig að hann hefur einhverjum ástæðum ekki náð að vera með okkur í dag, sjálfsagt einhver forfall sem hafa komið upp hjá honum óvænt. Það er spurningin að skipta þá yfir í umræðutón og ég ætla svona bara svo þetta sagt slökkva á upptökunni á þessum tímapunkti.